Sunneva, velkomin. Takk fyrir Birta, takk fyrir að fá mig. Ekkert mál. Það í dag þegar við tökum upp þátt, það akkurat mánuð til jóla. Oh my god, hvað ég spennt. Þannig við erum augljóslega að taka þetta upp 24. very, very complicated math, yes. Oh yes. En hérna, bara mánuður. Ángríns. Loksins er þetta að koma. Þetta síðasti þátturinn okkar í nóvember. Já, næsti verður 1. des. Það er svo geðveikt. Ég er rosalega mikið desemberbarn. Ég elska desember, en ég aldrei verið jafn mikið og núna. Ég bara að missa nú spenningi. Ég líka mér finnst nóvember búin að vera 5 ára liða. Ertu ekki sammála? Þessi mánuður er búin að vera lengstur í heimi. Fyrir utan alltaf janúar og febrúar, sko, en... Já, bara svona, þú veist, að því einhvern veginn maður svo mikið að bíða eftir þessu. Já, nákvæmlega. Jú, janúar og febrúar alveg þrótt, sko. Ángríns. It's a whole year. It's a whole year, sko. En bara svona að því maður er spenntur að bíða og bara, þú veist, gera eitthvað skemmtilegt á þessu árið, þannig sé. Loksins, eitthvað svona happy. Einmitt. Ég er svo spennt. Að því að COVID getur allavega ekki skemmt jólin fyrir neinum. Nei, þegar maður er bara með fjölskyldu og þannig og nánustu, þannig að ég raunin ekki, sko. Nei, nákvæmlega. Nema, sko, ég fór í labbutúr í gær niður Laugaveginn og hérna bara í gærkvöldi og það var alveg pínu sorglegt. Var engin? Nei, þú veist líka bara alla búið lokar. Já, einmitt. Og það var svolítið svona, dema, því það er óslega næs þegar nær dreifur á jólum að fara að labba niður og þú veist, hefði ég verið á þessum tíma bara í fyrra, þá er samt ennþá verið allt opið lengi og þú veist, alveg svona fólk að koma og fara úr búðum, það var bara ekkert. Það er svo sad, sko. Já. Alltaf maður er ekkert að fara hann. Ég fór hann að ná mér í takeaway hann niður í bæ. Já. Bara stað sem ég fer mjög oft og er alltaf pakkaður. Það var stæði út allt. Já. Það var bara ghost town. Já. Það var sorglegt. Það var sorglegt og mér finnst það svona sérstaklega sorglegt núna því að þú veist, búðurnar eru ekki eins og setja upp jólaskraut í þú veist, gluggana. Já, að því að þú veist, þeir eru bara búin að loka áður en það kannski verið dimmt eitthvað, ég veit það ekki. Einmitt. Og þetta er bara svona, svona það var pínu svolítið svona, þetta má ekki skemma þetta. Einmitt. En ég meina. Ég glatað, sko. Já. Vonum að verði eitthvað betra þegar kemur á desember. Já, það ávist eitthvað að fara að laga þessar reglur, held ég. Já, vonum það. Höldum í trúna. Já, herrið maður bjóða te. Bjóða með te, þú veist ekkert hvað ég setti hérna núni? Nei. Þetta er heimabrugað. Hættu. Nei. Ég sé leipalega á þessu. Það er eitthvað mið á þessu. Nei, þetta er eitthvað, ég fann þetta inn í skáp. Þetta er eitthvað svona... Þetta er eitthvað sem við ekki prófað það. Ég veit það ekki, þú ert með betra minn en ég, sko, varandi það. En þetta er eitthvað svona 3 ginger. It's strong. Já, og svo er turmeric líka. Ok. Er eitthvað pipar í þessu, þetta svona pipar-vibes? Ég veit ekki, höfum við fengið þetta öður? Ég held ekki, ég veit ekki. Sko, tjekka á því. Takk þér eitt sjöpe. Nei, ég held ekki. Ég held aldrei fengið eitthvað þetta. Nei, ég ætla að smaka. Þetta turmur ekki hafi verið að hræða okkur þegar við höfum mörgulega setið upp í skáp. Já, þetta er svolítið svona... Þetta er alveg mjög hauslegt. Þetta er mjög hauslegt. Mér finnst þetta pínu svona... mér finnst þetta pínu svona ég veik heimalegt. Já. Úps. Bói. Ekki vel valið. Veljum eitthvað annað næst. Já, veljum eitthvað jóla næst, sko. Herðu, ok, já. Fyrir desember þáttinn, þá þurfum við að vera að koma með jóla-te. Svo erum við að fá jólagesti. Ég er svo spennt. Gaman að fá gesti aftur. Já. En hérna, þið býðið bara spennt yfir því. Er eitthvað skrítið, ég var ekki að pæla í þetta, er eitthvað skrítið ef við erum ekki búin að fá neitt gest núna, þú veist, út af augljósum aðstæðum, að verðum sem við gett marga í desember. Þetta fólk að það bara hvað bara, er það búin að með all tófingin sín? Já, nákvæmlega. En er það ekki bara það því að okkur er búin langt svo lengi að tala um? Við erum búin að tala, þú veist, líka tala við alveg fullt af fólki, þannig að, þú veist... Bara fólk er búin að vera standby og við eitthvað svona, ekki núna, eitthvað. Þannig að ég held að vera bara svona geggjað, smá festiv og tökum þetta aðeins út með gestum. Já, nákvæmlega spyrjum þau þeirra jólahefðir eða what the hell they do. Án gríns. Ég er allan að, þannig að þið veitir það, ef við fáum hellinga gestum, það var bara að því að við erum að svala okkar eigin forvitni. Já. Varandi málefni sem okkur hefur langað að taka. Einmitt, við ætlum að hafa náttúrulega miklu fyrir gesti alltaf, það átti að vera alveg reglulegt hjá okkur, en thank you, COVID-19. Motherfucker. Ég held að öllum líði eins og okkur líður, sko. Já, ángríns. Oh my god, heyrðu, ég segir þetta ógeðslega pirrandi. Hérna, ég var náttúrulega bjó í Boston fyrir ári. Já. Það var ekki það pirrandi. En það sem er pirrandi er ég sá núna að Tristan Thompson
hann í Boston? Hann var sænar í Cleveland, ekki? Já, að Mario Cleveland, hann var sænar núna hjá Celtics. Já, djók með það. Já, ég var bara, alveg rétt. vá, frábært. Já, ég sá eitthvað, will Khloe Kardashian move To Boston. Pældu við bara nágrannar. Já, hún pottet. Já, pottet það sem þú varst. Nei, en samt, ég fór á Celtics-leiki og sem NBA-liðið í Boston og það er bara ótrúlega easy að fá miða á þetta og það var ekkert mál og neitt þannig og maður sá ógeðslega vel hverju sátu fremst og bara ég var svona gast ekki drullast til þess að gera þetta fyrir árið síðan. God damn it. Og ég þetta svo pirrandi. En heldur að hún flytji með honum að? Hún verður þarna. Ég meina, veit ekki hversu oft Kim og Kanye og þau hafa mætt á Cleveland-leiki til Cleveland. Einmitt. Boston er þó... Cleveland er svo fucking boring. Já, nokkla. Boston er þó allan að nær New York og þær hafa kannski svona aðeins meiri ástæðu. Boston er miklu mjög skemmtilegt. Cleveland er ándjós bara örgulega leiðilegasta. Að maður myndi halda? Nei, ég farið ánga, sko. Það? Já, ég farið nokkuð tvisvar, sko. Ok, ég aldrei farið ánga. Nei, það er bara, þú veist, þegar ég var að fljúga og fór þangað, ég var alltaf að lenda á Cleveland. Hver var að fara til Cleveland? Akkur á flogið þangað? Þetta er bara eitthvað svona fyrir túristana sem eru að komast tilbaka eða eitthvað, sko. Já. Það var eiginlega aldrei Íslendingar á þessum flugum. En hjálpi mér, eða bara svona millilending, skilur hjá fólki. Hjálpi mér, ég aldrei verið í stoppi og bara verið allan tíman upp á hótelherbergi. En það var gott gym á hótelinu og kanni og góð. Já, þannig að þið leittist ekkert en þú hefur farið í skemmtilega borgir. Þú veist, maður gat samt alveg farið í CVS og eitthvað skilur en það var langt í allt, sko. Já, þú meinar, ok, já. Nei, nákvæmlega, þú veist, þannig að ef hún flutti með honum til Cleveland, þá sé ég ekki ástæða hún myndi ekki gera slikt í saman til Boston. Var ekki eitthvað drama á milli þeirra bara daginn? Aftur? Var ekki aftur eitthvað drama? Á milli Thompson og Khloe? Já, nei, ég sendi þér eitthvað, já, hún var aldrei, ég sá svolítið eitthvað fréttamann, hún hafi verið unfollowan, en svo sendi ég að Birta það sagði mér að hún var aldrei að followa hann. Hún var aldrei búin að followa hann aftur tilbaka? Nei, síðan allt dramað. Gerðist, já. Einmitt. En það var margir sem held þetta samt. Já. Þannig já, þetta var svona pirringur vikunar hjá mér. Það var aldrei að senda þig. Nei, það sendi þetta enginn á mig. Bara ég. Nei, ég er að tala um hann Celtics og Boston. Já. Það var svona pirringur vikunar hjá mér. Já, ég skil þig, já. God damn it. Ángríns. En ég ásamt að vera að fara til Boston í ágúst. Þá kem ég með og við förum á leik. Og kannski sjáum við alla. Já, nákvæmlega. Er ekki örugglega hvað tímabil þá? Ég veit ekki, ég kann ekki á þetta. Ekki spyrja okkur. En allavega. Anyways, þú veist, þetta var svona það sem gerðist í vikunni, sko. Svo náttúrulega, sástu með Scott Disick. Oh my god, já. Ef hans að ræða þetta. Ángríns. Hvað er að frétta? Hann sendir á Megan úr Love Island, seríu 4. Og er bara drull yfir hana fyrir að hafa trítað Eyal illa, bara you just mugged him off, bara þú veist hvað, sorry, en ef Eyal og hann, þú veist, hún er náttúrulega að deyta hérna, já, ok, þú veist, ef við ættum að bara útskýra fyrir, þú veist, já, þú veist, þarna kom bara svona staðfesting, ok, þau eru official 100%. Scott Disick, bassfur Khloe Kardashian, nei Kourtney Kardashian, ef að ykkur vissi ekki, að þá er Scott Disick bassfur Kourtney Kardashian, hún er alltaf bara mjög þekktur innan Kardashian heimsins. Hann er, þú veist, það voru komin orðrómar og búin að nást myndir á honum með Amelia Gray, sem er dóttir Lisa Rinna, sem er þekkt úr Real Housewives of Beverly Hills. Hún er 2 dætur, hún á Amelia og svo aðra stelpu sem er dóttir úr mér, hvað heitir hún? Vá, hvað er dóttir úr mér? Það er dóttir úr mér líka, sko. Byrju, ég skal tjekka því. En hún á allan 2 stelpur og önnur þeirra er 19 ára. Og það er Amelia. Og hann Scott Disick og hún hafi verið, þú veist, það voru svona smá svona eitthvað. Einhver rumored að þau voru að deyta. Já, en samt alveg búin að ná myndir að haldast utan hvort hana á ströndinni, þannig að það væri alveg búið samt staðfesta það. En hérna hún á aðra dóttir sem heitir Delilah. Já, Delilah, alveg rétt. Og Delilah er sérst á föstu með strák sem heitir Eyal. Og Eyal var í seríu 4 af Love Island UK. Hvað er hann að keifa ekki Bandaríkjunum? Einmitt, þannig að sjáum við að Megan Barton sem er mjög þekktur seríu 4 af Love Island, þess ég á líka bara svona, þetta voru 2 heimar sem ég hélt að myndi aldrei krossa. Einmitt. Þetta var ógeðslega grillað, sko. Já, ég vaknaði og ég var bara, what? Einmitt, því ég man þegar ég sá, hvað heitir hann aftur? Stóttur hennar? Amelia, Delilah. Já. Þegar ég sá, ég var ekki að skoða Instagramna eftir ég var að horfa á Housewives og ég senda því bara,
hvað hún fucking Delilah að gera með Eyjal og Love Island? Einmitt. Við vorum bara, Við vorum bara, Bara hvernig gerist það? Nei, einmitt. Svo random. Svo er ég bara basically búin að gleyma því, sko. Einmitt. Þangu til núna, en hann, Scotty sig, sendir á Megan Barton, sem við þekkjum fyrir að úr seríu 4, sem var bara mjög þekkt úr þeirri seríu. Já. Gælan sem allir sagði að vera eins og ég. Já, og sem var þetta með Vess og eitthvað svona. Hann sendi bara á hana bara eitthvað, heyrðu, ég er nýbúin að sjá hérna eitthvað svona Love Island og sá að þú varst í þeim þáttu eitthvað svona Svo hann sé bara eitthvað heima og þessar horfa á Já, season hann 4 eitthvað, ég er Love með Island. spurningu fyrir þig, láttu mig vita hvernig þú getur svarað henni. Já. Hún eitthvað, já, hvað viltu vita? Og þá bara hendur hann í þetta bara eitthvað. Ég er nýbúin að kynnast fallegum strák sem heitir Eyal Booker, og þú bara komst ekki vel fram með hann, þannig að mér finnst bara í rauninni að þú ættir að biðja hann afsökunar og svo sann eitthvað svona og að þú hafi vogar að kalla hann ófyndin þegar þú ert ekki Jim Carrey, hvað er að þér? Einmitt. Eins og bara, Já, og bara hvað, og þarna vitum við að Scott hafi verið að hanga með kæristinni Amelia og systruna greinlega, Delilah og Eyjal. Já, og Eyjal sem er í raun svili hans. Já, svili hans. En pældi, þau eru bara gana að chilla, bara eitthvað örugglega Malibu eða eitthvað. Já, Og hann fyrir að segja þetta. einmitt. Hann er bara eitthvað Eyjal, bara eitthvað ennþá greinlega voða Sári við þessu. sárið þessu og hann fyrir að segja þetta. Ég skil ekki. Eða var hann bara eitthvað, ok, þegar systirin er að deyta hann að gæja, ég ætla að pröfa að horfa á seríuna. Nei. Ég trúi ekki. Nei, Ég trúi frekar að hann eigi alveg að vera hana. Hann er svona earthy típa. Já, ég Hann held- er bara eitthvað, I was so mocked off by Megan. Ég held að þetta hafi verið svoleiðis, sko. Ég held að þetta hafi verið svoleiðis að þau hafi verið þarna bara eitthvað og hann eitthvað svona að vera að kynnast honum ég verið þáttum með Love Island í Bretlandi Og hvernig var það? og hvernig var það? Það var fínt, þú veist, mér gekk ekki það vel í sem þáttum ég hafi stelpa sem var svolítið svona kom illa fram með Megan og hann bara byrju kætur á Instagram Einmitt. eitthvað svona, þú veist, og það hefði verið eitthvað ógeðslega fyndi en svo hafði Megan alveg geggjaðan húmor fyrir þessu einhvern veginn að því að fólk byrja að gera svona mím af henni eitthvað when Megan thought she was going to be Mason Disick's stepmother eitthvað svona hún brosandi og svo næsta eitthvað no, he's only asking her to apologize to Eyal og hún eitthvað gett leið og hún setti það sjálf í stóri og var bara ha Oh my god. þannig að þú veist, en ég, náttúrulega, þú veist ef hún fekk hann að skila bara frá Scotty sig Hún var bara, hvað er hann að fara að spyrja mig? hún hefur örugglega haldið bara ok, Já. ok Og þess, henni dattur ekki í huga, hún var svona drullið yfir hann út að eiga alls, sko. Nei, hún er glæð síðasta þess vegna er þetta bara svona mikið bara, hvað, þú veist, svona mikið Ég var meira svo búin að gleyma að Ég þau líka. hefði verið eitthvað þeng. ég líka Að ég man að hann og Hailey voru gett mikið teng, eitthvað. einmitt, Teng. en já, þetta var svona bara, að ég var ekki búin að ræða þetta við neitt vikuna, þannig að ég var eitthvað svona shit, ég var að tala um þetta Já, ángríns. ógeðslega weird, Okkur, já, mjög. ógeðslega weird en hérna, að allt öðru Já, finnur þú hvað góð lykt af mér að? já, finnur hvað góð lykt af mér Já. elskar við sem er sama ylvat Já. Við erum sérstaklega með Cashmere frá Legar Spa Organic Skincare og við elskum þetta Báðar, ylvat, já. ángríns. Þetta er bara, mér líður svo grand þegar ég með þetta. sko, mér finnst eiginlega bara pínu súrt hvað hérna þú spreyir þessu og lyktin dugar allan daginn á þig ég samt komið svo langt að leið Nei, ég er búið með hálfa, sko. ég líka, Að það? og ég er að missa mig það er bara, þú veist, Ég er svo ef ég skipt um peysu já. þá var ég að gera þetta aftur, ef ég gera þetta þá var ég að gera þetta aftur og ég þarf þess ekki Nei. stundum er ég líka bara svona, ok, það er of mikið lykt af mér Aldrei var mikið af Cashmere frá Legar Spa, sko. nei, Nei, bara, ég er svona smá svona spara núna. Var Já, alltaf svona spreyja með einmitt. geðið mikið, nú er svona já, eftir ég sá að byrja að minka niður þá er Já. ég svona, ok allt í henni svo ég svo mikið farið, en þetta er bara út af því að ég er búin að nota þetta sjúklega mikið, Ég sko. líka. Ég er bara búin að, já, eins og þetta er bara ég að þú veist, Ofnota það. ofnota Já, þetta, einmitt. eitthvað sem ég á ekki verið að gera af því að þetta myndi alveg endast Nei, alveg heil já. lengi ef við myndum. svo finnst mér líka bara svo góð lykt þess að snú spreyja þessu bara inn á bað og ég bara, eitthvað menn ég er að gera eitthvað Það er líka alltaf spraybólinn, spreyja svo í skýrtina og spreyja svo á úlpuna. Var svona, Já. Stopp. ég mitt, bara takkið í rólega en ef þið lappið eitthvað með framhjókur þá ættu við bara svona áng eins og Kashmir Ángríns. en það er bara mjög góð lykt af þessu True. og þetta er alveg tilvalið hérna Í pakkan, í mjólinn. já, í pakkan og ég held að það sé líka lykt sem er svo ótrúlega safe ég hef ekki fundið eina mannesku
sem að finnst þessi lykt ekki góð. Nei, ekki heldur. Nei. Það alveg bara galið að finnast kasmír bara vondlykt, Já, þetta bara svo ógeðslega klassísk og góð lykt. Geggjuð, sko. Passa við öllum. Passa við alla. En ok, við erum með svolítið skemmtilegt umræðin í dag. Já, smá svona cute umræðinni. Já, mjög cute. Herði, við ætlum að tala við ætlum að tala gæludýr. Pets. Gæludýr. Og já, hvað, þú varst með topp 10. Já, ég er sérst með nokkuð málefni. Já. En ég held við fara, svona í gæludýri fræðafólksins. Ef við kannski byrja á því að fara yfir fyrir kannski, þótt við erum ekki fræðafólki, en ef við kannski byrja að fara yfir söguna af gæludýri sem við höfum átt. Já. Ok, hvað gæludýr? Þú átt hellinga hundum. Já, og ég hef átt í gegnum tíðin alveg marga, það eru margir heima á mér. Ok, Alright. Sko, fyrst átti ég hund ég ekki langan tíma, en ég man ekki eins og hvaðan tegund það var. Nei. En svo fekk ég fyrsta típut spanieli minn. Hann hét Eros. Hann var hvítur eins og Bella. Það? Já. Veitu, hvað varstu, hvað er langt síðan? Ég var svona 6 ára. Vá, þannig að þú er bara búin að vera með típut spaniel í kringu þess að hann var 6 ára. Vá. Alveg fucking lengi, sko. Vá. Hefur eitt sem hann átt ykkur aðra tegund? Já. Ok. Við áttum bara með típunum áttum við nokkur stóra með. Ok. Ok, svo næsti hundurinn minn var Móna sem var líka típut spaniel. Þú manst þetta henni? Já. Það ekki? Jú. Og svo eignaðist Móna Brús. Og það er hundurinn minn, aðalhundurinn minn. Þú átt Brús. Já, Brús. Ef ég Brús á flyt þig. eitthvað, já, Brús, mamma segir þetta alltaf. Sjáðu, Brús, hann á Sunnöfu. Sunnöfu hann ekki. Já, Brús er minn. Og svo komu 2 í viðbót frá Danmörku. 2, Bella og Pósó. Og Rebecca og Pósó. Já. Hann bjó alltaf hjá okkur hjá mömmu, en Rebecca tók hann með sér til pappa. Og svo kom Arja frá Finnlandi. Very international family. Já, ágreins. Og nei, ég glemdi Dimmu. Dimma, já. Dimma kom líka frá Danmörku á undan Arju. Og þú skoðum að segja Bella, ekki? Jú, Bella og Pósó komum saman. Já, Bella og Pósó komum saman á Danmörku. En á meðan, og ég glemdi hinn stóru hundunum. Já, ok, þegar ég átti Eros og Mónu, en þá átti ég líka eitt svona veiðihund sem er svona brúnan haus. Ég veit ekkert hvað tegund þetta er. Hann er svona með doppum og svo brúnan haus og svona brúna fleki á bringunum. Við köllum hann Máni að því að það er eins og búið að koma svona pottalokk sikkarum með hann og búm. Og svona eins og Máni. Ok. Ég var að gleyma Mána. Það var mjög pirrandi. En það? Já. Hann leiðilegur hundur. Já, svona, kannski stór eitthvað. Þetta er bara, ángríns, þetta er bara öðruvísi human, skilur. Já. Þetta eru bara manneskjur, sumir eru leiðilegir. Ángríns. Við elskum hunda. Já. Don't get us wrong. Bara ég elska alla hunda. Já, já. Þó að hundur getur verið smá leiðilegur, þá elska ég hann samt, sko. Algjörlega, en ég segi að það er alltaf að vera með leiðilegan persónuleika sem hundur. 100%. Já. Ég á alveg marga persónuleika heima með mér, sko. Það er allir bara, þú veist, já. Einmitt. En já, svo áttum við einn labrador sem er Dino, eða heitir. Ok. Ég man varstu þegar við vorum í MS, við vorum að tala um svona þegar hundar er sendur í sveitina. Það er Dino í sveitinni. Já, og ég var ekki þegar stelpunum voru ekki að tala um að já, foreldrar segja við krakka að hundin er sendur í sveitina þegar þeir eru dánir. Já. Og ég var bara, nei, hvað vitleysa, hundurinn minn Dino, hann er í sveitinni. Og stelpunum horfðu á mig bara eins og voru fáviti. Nei, við allir bara svona og ég var bara svona silent 5 mínútur, ég var bara piti. Svo fyrir ég heim til mömmu og ég bara, mamma, hvar er Dino í alvörunni? Hún bara, kom inn, hann er í sveitinni. Einmitt, hvar er hann? En hún samt sýndi við mynda á hann, hann var alvörunni, en hann er í sveitinni. Ég trúi ekki, því að þú veist, hvað er þetta margir labradorar sem er eins? Hún bara ekki að googla labrador in a sveit. Já. En þau eru alltaf með ykkur að sögur að Dino sé að sleppa og hlaupa út allt í sveitinni. Ég er bara ennþá í dag? Já, ég var bara ræðið daginn, sko. Mér langar að trúa þeim, sko. Já. Ég ætla að trúa að Dino sé þannig að having a blast í sveitinni. Já, þetta viltu haldi þá trú. Já. En þannig já, þú er aldrei átt neitt annað gæludýr en hund. Jú, við mátt fiska. Og páfugugg sem heit Bingo. Bingo. Það er ekki nafn. Já, hann gæti alltaf sagt Bingo líka. Ok, nice. Ég held, já. Hamstur líka. Já.
Já, ég nei bara hundar for life, sko. Ég hef aldrei haft kötta en þannig. Nei. En þú? Sko, þegar ég var 7 ára gömul, þá fekk ég afmælisgjöf chihuahua-hund frá pappa. Mjög eðlilegt. Já, af því að mér langaði að vera svona svo Paris Hilton. Ég var bara að segja, þetta mjög svona Paris Hilton vibes. Já, ég labbaði með hann í tösku, sko. Stopp. Nei, og svo var ég bara 7 ára. Hvað hét hann? Eldur. Eldur? En sko, það er ekki fyrsti hundurinn minn. En þú veist, við áttum fjölskylduhund á undan, sem bara svona situr bara svona fast í hjartarótum okkar allra og það var Galdur. Og þess vegna skýrði ég hinn Eld. Já. En Galdur var sem sagt Sheffer-hundur. Ég elsku Sheffer. Og svona risastór, ótrúlega bara svona vígarlegur, svona algjör alfa. Oh my god. Og til dæmis krútlegast í heimi þegar mamma kom heim með Brekar litla bróður minn af spítalanum, hann var bara nýfæddur. Og það er oft, þú veist, eitthvað svona ég veit ekki, en það er oft talað bara, þú veist, þegar börn koma heim að spítalanum að verður að passa upp á sambandi milli nýja barnsins og dýrisins verður líka gott. Þannig að mamma lætur upp bara, þú veist, bílstólinn strax niður á jörð og Galdur fæ bara að þefa af honum eins og hann vill. Eftir það 8 Breka. Og hann Breki var oft í svona litlum stól sem er hálfleikur á jörðinni, eða svona gólfinu. Og Galdur sat bara stífur við hliðina á honum allan tíman og meðan Breki var þarna. Ég man eftir þessu og ég var kannski eitthvað að koma að skoða litla bróður minn, ég var 6-7 ára. Þá bara, hann bara urraði á mig og ég má skoða hann, hvað hann bara elskaði litla bróður minn, þú veist, þetta var bara eins og hann hafði eignast lítinn strák sjálfur. Æ, cute. Já, og þú veist, og svo þegar Breki stækkaði, þú veist, þá bara lét hann Gald draga sig með því að tói skottið hans og Galdur var alltaf bara drullu sama. Æ, besti. Já, þannig að hann var bara svona, hann svo situr mitt svona fast í hjartarótum á okkur öllum. Æ. Og ég held að ef að ég myndi, þú veist, það er svona eitt af mínum uppáhaldstegundum, en þá í dag er bara Sheffer, því að hann var svo mikið æði. Ég elska Sheffer. En svo fekk ég Eld, já, þegar ég var örugglega orðin þá. Ég var ekki 7 ára þegar Breki fæddist, ég er örugglega 6 eða 5 ára þegar Breki fæddist. Ég er örugglega 7-8 ára þegar ég fæ Eld. Og þá var Galdur farinn. En þá fekk ég Eld. Og það endist ekkert eitthvað allt of lengi. Hann var síðan gefinn til fjölskyldu sem að gat sint honum. Já, af því að, þú veist, ég ætla að bjó hjá mömmu og pappa fannst bara geða sniðugt að gefa mér hund. Og mamma var svona, já, ok, en þú veist, hún er í vinnudaginn og ég er í grunnskóla. Ekki hægt í honum. Þannig að, þú veist, já. En hann fór á mjög hamingjusama stað og ég fekk til dæmis myndaðanum eitthvað frá fólkinu í jólagjöf og það var mjög krúttlegt. En svo í dag, mamma hefur síðan átt kött og eitthvað svona, en svo í dag á bara mamma gæludýr. Já, Kölu. Hún á Kölu sem er French Bulldog. Hún er svona mikið cutie. Já, hún heldur að við séum jafngamlar. Hún heldur að við séum systur og við séum jafngamlar. Það er það er no respect for me. Hún er bara en já, þannig að ég hlakka bara til þegar ég get fara að fá mér mín eigin gæludýr. Hvaða hund myndir þú fá þér? Ég veit að þú myndir fá þér hund að þau tala um það. Já, ég myndi fá mér hund. Ég náttúrulega er ekki, þú veist, mér fyrst Frenchie, bara geggjaðir út af bara Kölu og svona. Svo fyrst mér Sheffer og svo fyrst mér Husky. Já, Husky æði. Já, þannig ég er svona á milli þessa þrennu í rauninni. Heldur þú myndir nenna eiga stóran hund? Það er alveg máli, skilu. Ég er ekki að fara að fá mér hund fyrir en ég bara 100% geta og hef tímið það og bara get sinnt þeirra og þurfa, af því að þetta er bara, þú veist, þegar fólk er að fá sér hund og hefur alltaf tök á því. Það er fárlegt. Það er fárlegt. Þetta er bara eins og að fá sér badn, sko. Já, fá sér bara ætlaða badn. Já, alveg, já, þú veist, þú þarft að bara vera með tíman og þannig að, þú veist, ef að ég myndi fá mér stóran hund, þá væri á þeim tíma sem ég held ég myndi meika. Já. Kannski myndi ég fá mig minni fyrst bara til þess að pröfa mig áfram í því og svo sjá. Ángríns. Já, handla rosa vinna að vera með hund, sko, en það er svo mikið þessi verði. Mér finnst samt ótrúlega margir fá sér hvolp þegar þau eru ólétt. Ég skil það svo vel. Af hverju? Ég væri ógeðslega til að eiga hvolp núna. Já. Af því að sko biðin er svo löng núna einhvern veginn og eftirvæntingin. Þú hefur svona tíma til að potty-traina hann og... Já, þú hefur bara svona, þú veist, ég veit ekki, ég skil það sjúklega vel. Ég er alveg búin að segja ofta Gunnar bara en þú veist, við búum í fjölbýli þannig að við þyrftum að fá leyfi og svona og við nennum ekki út í það bara og við bara lítill íbúð eitthvað. En ég var alveg 100% til í það, sko. Já. Ég veit ekki hvað ætli það sé ekki bara að komi eitthvað svona eðli í mann
að manni langi bara strax Það er líka bara svo krúttlegt að þegar þú eignast barnið Það er ekkert og þú eru sætara. bara hundurinn og barnið er bara grew up together. Já, það er og eitthvað. ekkert sætara. Það er svo krúttlegt. Líka bara venja að barnið strax á að eiga voffa og hundin að vera í kringu börn. Einmitt. Mér finnst það geða krúttlegt. Mér finnst það ógeðslega krúttlegt. Ef ég hefði tök á því núna, þá myndum við 100% gera. Þá bara eitthvað svona lítinn og sætan. Já. Oh my god. Típinn spaniel kannski. Já. Svo langar mig líka náttúrulega í þá. Já, Að sjálfsögðu. þeir eru ógeðslega sætir. Eftir að hafa kynnt, en ég held að ég kynntist þeim bara þeirri tegund fyrst hjá þér. Það er nefnilega, ég þekki ekki marga sem eiga tíbet, sko. Nei. Þannig nefnir alltaf bara alla í kringum mig að því að Já, auðvitað, allir auðvitað. kaupa frá okkur. En fyrir utan ykkur, skilur. Nákvæmlega. Eitthvað svona random, hefur eitthvað mann? Nei, voða að Nei. fá að sunnum. Svona nokkur sem fengi svona snapp á Instagram, snapp. Bara svona Instagram Já. DM, þar sem ég sendir eitthvað, tíbetu minn. Ég finna, oh my god, þetta er krúllegt. Já, Af því nákvæmlega. að mér finnst svo fáir eiga tíbet og þekka tegundina. Mjög Að sammála. þessi tegund er svo mikið æði. Bara mestu kúrubangsar Já. og mestu karakterar sem eru til. Já, þú litlir Ángríns. dætur og fluffy. Já. Ekki fluffy. Nei, Brús er bara besti hundur sem er til. Já. Elskar Brús. Og eins og sem að hann er alveg með því í vasanum. Hann er með mig í pocket, sko. Hann er bara, já, hann er svo fyndinn, sko. Já. Herru, ég að byrja á fyrsta málefni sem ég er með. Já. Ég tók hérna topp 10 sem sagt hundategundirnar í Hollywood. Ok. Sem sagt svona, þú veist, vinsælustu hundategundirnar í Hollywood. Ok. Og það er verið að tala um svona, þú veist, það eru 21.000 heimili í Hollywood, skilur. En þetta er svona, þú veist, 10 algengustu sem að þú munt sjá labba niður The Sunset Boulevard. Þetta er kannski ekki endilega hjá frægufólkinu, en þetta er Bara í Hollywood. í þessu Já. hverfi sem að ríkt fólk býr í. Þú fattar hvað minna, skilur. Númer 1 þar, en ég held að þetta sé ekki neitt sérstakri röð, en þetta er bara svona, þú veist, þessi 10. Já. Þannig að númer 1 á listanum er French Bulldog. Kemur ekki á vart. Nei. Lady Gaga, Hugh Jackman, Reese Witherspoon. Já. Þau hefur öll átt. Mér er svo krúllegt að Hugh Jackman sé alltaf með líðið Frenchie. Já. Líka þeir eru svo sætir. Ángríns Þeir eru alltaf glaðir. Já. Það er svo mikið læti í þeim líka. Já. Alltaf anda svo hátt. Bara, En hérna, já, French Bulldog, það komur ekki mikið á vart. Nei. Þegar, þú veist, ég skil alla svona litla sætatýpur og er svona, komur ekkert á vart. Svo er hérna Shefferin. Oh my god. Já. Þetta er bara, ég þarf að fara ánga. Það er eiginlega draumur að labba þarna úti. Einmitt. Sem allir eru bara með sætstu hunda í heimi. Einmitt. Og sumir sem hafa átt til dæmis Sheffer er Jennifer Aniston, Ben Affleck og Jake Gyllenhaal. Já. Geggjað. Og svo hérna næsta, að þá er það Labrador. Já. Mjög svona klassísk, samt svona vígaleg. Ég frekar haldið að vera Golden Doodle eða eitthvað frekar en Labrador, venjulegur. Labrador Retriever. Já. Labrador Retriever? Já. Hérna, en Labrador hefur verið eiginlega hundategund númer 1 í Ameríku, bara yfir höfuð í Ameríku, hérna síðustu 27 ár. En byrju, hérna, ég held að það væri Golden Retriever frekar. Nei. Ég aldrei hort á ameríska bíómynd og það er ekki Golden Nei, Retrievers. ándjóksamt, það er true. En við höfum eftir að fara niður listan. Já. Þetta bara. Ok. Wait for it. En já, jú nú, þau segja hérna að hann er númer 3 í Hollywood. En hérna, Já, þannig að kemur óvart. Já, En samt bara yfir höfuð, bara vinsælasti hundur sem þú finnur, ég segi það. Þú veist, þetta er líka þetta er vinsælustu hundur í Bandaríkjunum. Já. Þannig að þú veist að það kemur mann ekkert mikið óvart. Nei. En fólk sem hefur átt Labrador er eins og Emily Blunt, Jennifer Garner og Nick Jonas. Ok. Númer 4. Þá kemur Golden Retriever. Þannig að Mér langar svo í Golden Retrievers. Já, þeir eru svo sætir. Þeir eru svo sætir. Ég veit ekki hvað sem eru TikTok að followa sem eru bara Golden Retriever Og ég var hundar. að fara að segja og líka sérstaklega, þú veist, eins og að tala um barn og hvolp Já. alast upp saman, það er eitthvað annað þegar það er golden, sko. Já. Það er eitthvað annað krútlegt. Þeir eru svona picture perfect puppy, sko. Nákvæmlega. Var ekki Golden Retriever í Marley Me og eitthvað? Ég er Kills nokkuð me. vissum að, ég myndi halda að frekar en Labrador, sko. Lansi ég síðan Já. Ég held að hérna, já, tjekka því. Ég skal bara sjáum hvað þetta er. Lansi ég síðan. Þetta er Labrador Ég Retriever. var að hugsa, Já. var það kannski áhugavert? Mjög. Ég sá alltaf fyrir mig sem golden. Make alveg sense núna þegar maður er búin að lesa þetta sé algengasta tegundin að sú sé notið í svona mynd. algjörlega.
Þeir eru náttúrulega bara mjög líkir Golden og Þeir eru það nefnilega. Og Labradorinn, sko. Er ekki bara Golden aðeins meira fluffy? Jú. Já. En já, þess að hann númer 4, Golden Retriever, og þeir sem hafa 8 Golden Retriever, til dæmis Ryan Reynolds, Oprah Winfrey, Adam Levine og Blake Shelton. Og síðan kemur annar hundur sem kemur ekki mikið óvart að hann sé á topp 10 listanum, og það er Pomeranian. Gríns. Þeir eru svona litlir, svona cute og cuddly og fluffy og eitthvað svona, þannig að mér finnst ekki skrítið að stjórnunar eigi svona eitthvað litla. Og svo þægilegt að eiga hann bara. Já, nákvæmlega. Algjör að frekir samt, en algjör að snurlir. Já, en þú getur sett það í veskiði. Þú veit ekki hvað Bruce myndi gera, ég myndi setja hann í veskið mitt, sko. Hann myndi bara horfa á þig og spyrja bara, er eitthvað að þér? Það myndi þú örugglega að lega mér að hann væri svona örugglega fíla um mig svona 2 daga. Já. Hann var bara eitthvað, you weird. What are you doing to me? En já, fólk sem hefur átt Pomeranian er eins og Gwen Stefani og Sylvester Stallone. Ok, áhugavert. Mjög. Svo er að sjálfsögðu, kemur sterkt á eftir, Chihuahua. Það er líka eitthvað sem ég bara vissi að vera þessum lista. Ef það var eitthvað sem ég vissi að vera þessum lista, þá voru þessar 2 tegundir. Pomeranian og Chihuahua. En það er einmitt hundur sem að þú getur komið í veskið þitt. Og ég tala af reynslu. og fólk sem hefur átt Chihuahua er til dæmis Demi Moore, leikonan Katherine Heil, Paris Hilton. Að sjálfsögðu. Auðvitað. Ég held að hún hefði bara gert þennan hund svolítið frægan. Snemma á 2000 áratunum. En já. Eftir Chihuahua hundurum þá kemur Yorkshire Terrier. Já, ég veit hvað hundur þetta er. Þeir eru rosa krúttlegir. Þeir eru rosa svona litlir, sætir. Já, þetta er svo ógeðslega bandarískur hundur ef ég myndi hugsa þennan hund. Mér finnst hann líka svona að því hann heiti Yorkshire, þá finnst hann að vera svo breskur, þetta er búið bresk tegund, sko. Já, svona fancy fína fólkið. Já. Svona hann er svona tebolla með einhverjum. Já, það getur verið með okkur. Já, getur við fengið okkur einn hérna. Já, váka að vera sætt. Skýrum hann Kim. Ándjóks, má ég fá meira te. En fólk sem hefur eins og átt Yorkshire er til dæmis Miley Cyrus, Simon Cowell og Naomi Watts. Simon náttúrulega Breti. Hann náttúrulega Breti, það er rétt hér. Hann kannski ástan. Svo er Maltese. Það er líka mjög eitthvað svona sem kom mér ekki það mikið óvart. Nei, þetta er mjög cute tegund. Mjög cute tegund og svona, þú veist, alveg yfirleitt svona alveg hvítur, fluffy, mjög svona pictureistic. Svona hundur sem allir þekkjar, sko. En maður sér hann, en kannski þekkir ekki nafnið, en maður veit hvað hundur þetta er. Og margir sem átt hann, en til dæmis Alec Baldwin, Halle Berry og Eva Longoria. Harlega fræðin upp, sko. Síðan er það Puggin. Elska. Sæti minn, sko. Akkur er Puggar svona sætir? Ángríns, þeir eru svo mikla dúllur, sko. Þeir eru svo mikla dúllur. Ég elska alla sem hafa átt Pugs. En þeir eru líka mjög algengir þarna úti. Og en þeir urðu svolítið svona frægir í Hollywood og í Bandaríkjunum eftir að það var sem sagt Pug í myndinni Men in Black. Já. Og þá var þetta svolítið svona trend þar. Það er svolítið að fyndi við Pug, ég náttúrulega þekki ekki tegundina og margir sem hugsa mína hunda líka. Það séu allir eins. Þeir eru allir svo ógeðslega mikið svona alveg eins einhvern veginn. Það er svona krúttlegir. Ógeðslega krúttlegir. En svo eru náttúrulega engin hundar eins en svona lúkir. En ég þekki engan persónulega Pug. Nei. En við erum svona ógeðslega sætir. En það er hundur sem ég get ekki ímynda mér hvernig lítur út í fílu. Það er bara svona, hann er alltaf hamingjusamur. En fólk sem hefur átt Pug er eins og Kelly Osbourne, Billy Joel og Hugh Laurie. Síðan er síðast númer 10 og ég ætla að reyna að bera þetta fram rétt. Það er Shih Tzu. Það sé ég sína svona við mynda þessu. Já, Shih Tzu. Ég myndi að þekki ekkert til hans. Ekki heldur. Þetta er eitthvað svona tegund sem ég hef ekki heyrt mikið af. En þetta er svona lítill hundur. Svona rétt eins og Pomeranian og Chihuahua og þeir. Þannig að þetta er svona lítill, frekar fluffy hundur. Talar hann sem mjög fyndinn karakter. Ég elska hundar með sterka karakter. Já. En Katherine Heil hefur til dæmis líka átt svona og Kerry Washington. Interesting. Já. Þannig að þetta voru topp 10 svona. Það er engin Golden Doodle. Nei, engin Golden Doodle. Mér finnst Golden Doodle vera
ógeðslega bandarískt. Já, það ógeðslega bandarískt, þú Já. segir það. Þeir eru svo miklu dúllur, sko. Þeir eru svo miklu dúllur. Þeir eru mikið á TikTok. Já, mjög. Og það svo sætast sem ég veit. Golden Doodle. Ég að followa líka nokkar þannig, sko. Já, hann mjög sætur. Hann ekki komin á hann lista. Nei. En kannski eftir hann sé TikTok kannski verða hann frægari, já. Kannski, já. En náttúrulega blanda af Golden Retriever og púdlu. Þetta það, já. Þannig að þeir eiga líka oft svona vesen með feldin og eitthvað þannig út af því. Gæti verið það. Þannig kannski vill fólk ekki. En þeir eru svona ónæmisfríir. Ok. Ég alltaf mjög lítið ónæmi. Já. En fólk sem með ónæmi fyrir hundum fá svo þennan hund. Ok. Mér finnst þetta sjúklega þetta, sko. Sjúklega sætis. Svo líka til labradúdl, sem labrador og púdl. Þetta svona, allir sem eru með svona feld eru svo Já, það eru svona krullufeld. Já. Svo Já, krullufeld, sko. Labrador líka mjög sætur. Hann svona lítur út fyrir að vera svona Hello, my name is Bill. Ég veit ekki af hverju, svo sé svona skrifstofu kall. Ég veit ekki. Það bara svo ímyndum mér. Já. Svo líka til hann mini, Golden Doodle mini. Það það sæðast sem ég sé, sko. Allmottur. Það bara svo fluffy bouncy. Ángríns. Það bara svona teddy bear. Búf. Litlu krútin, sko. Litlu það svona bara dúllurnar. perfekt svona Instagram hundur einhvern veginn. Já, ef það leita ykkur af Instagram hund. Ég held sér líka ógeðslega skemmtilegir. Já, pottit. Mér langar í henni. Mér langar sem við marga hunda. Já. Ég ákvað að taka mína konu. Þín konu? Ariana Grande. Ok. Því hún á svo marga hunda. Í alvörunni? Já. Ég vissi það ekki. Ekki. Nei. Hún elskar dýr meira en mannskir. Hún hefur sagt það oft. Já. Og ég tengi mjög vel við það. Og hún hefur bara ættlitt. Hún tekur alltaf svona að sér hunda. Það mjög algengt hjá stjörnum. Og sem betur fyrir. Ég mjög ánum með það. Í staðan fyrir að kaupa ykkur rándýr að brýta þessi hundar sem ekkert aðskilur. Nei. En það svo mikið að núti sem að þarf að ættleiða og svo vanta heimili. Einmitt. Það alltaf algengt að núti. Af því að þetta svo mikið, þetta svo oft í Bandaríkjunum. Bandaríkjumenn oft, talni vera svolítið svona kaupgóðir. Bara kaupa sér og kaupa sér. Og svo bara skila. Já, og svo bara, ok, henda mér ekki. Og þá skila og ef það er hægt að kaupa úr rescue, gerðu það. Ángríns, ég myndi koma svona út, eiga risa hús, þá myndi ég kaupa alla hundana. Já. Bara þú ég væri risa bara að leysa sundlaug fyrir vandamál, þá. Ángríns. En ok, ég ákvað að taka fyrir hennar hunda. En hún hefur bara adopt, hvað segir maður? Ætleitt. Já, en það eitthvað svona annað term yfir þetta, eða ekki? Þetta eru bara rescue hundar, þetta bara úr svona shelter, eða ekki? Jú, shelter dogs. Já. En alltaf, hún hefur tekið að sér meira en 10 hunda. Vá. En heima hjá henni núna eru 9 hundar, eða 9 dýr. Ok. Og fyrst heitir Coco. Og þetta svona German Shepherd / Dachshund sem minnir mig svona pulsuhundur. Hann mjög svona mjög sérstakur. Hvernig í fjandanum gerist það? Já, það líka ofta það ekki hundarnir sem eru í shelter eru svona kannski ekki eitthvað 100% brýtaðir. Já, upp á bara heilsuna og þannig kannski erfiðir. En hann sjúklega sætur. En já, Dachshund svona lítill pinkull pulsuhundur og German Shepherd mjög stór, sko. Já, þetta mjög spes. Já. En hann ógeðslega krútlegur. Very suspicious. Og næst sem ég með frægasti hundurinn hennar sem bara mest á Instagram og allt þetta. Ok. En hann heitir Toulouse. Toulouse, ég man ekki hvernig hún segir þetta. Toulouse. Ok. Hann held ég bara... Já. Hann oft komið með hann í viðtöl og... Ég hef séð þennan hund hjá hann áður. Jú. Hann var framan á Vogue. Já, hann fyrir þess að Vogue stjarna. Það var hundur og bara, yep, done it. Ég vilast. En hann þess að Chihuahua og Beagle mix. Vá, geggjað. Hann sjúklega krútlegur, sko. Og næsti sem að hún á Strauss, heitir hann. Hann Yorkshire Terriers. Ok. Og hún ætlaði hann 2015 þegar hún var on tour í Oklahoma. Já. Hún bara fór í rescue-sendir þar og ætlaði hann. Ég sætt. Ef ég væri on tour og væri svona eins og ég þá myndi ég vera bara að fara inn í öllu rescue-sendirinn og bara eitt frá héðan, eitt frá héðan. Og svo í fyrra þá ætlaði hún 2 nýja sem að heita Snape og Lily úr Harry Potter. Dúlló. Svo körflegir, sko. Hún Harry Potter fan?
Greinilega. Já, greinilega. Af því að, já, þetta Harry Potter reference, sko. Já. Ég hef ekki, lesa mig til hvort hún sé algjör fan, en hún svona mikill fan af svona science fiction og þannig. Já, alls konar, svona anime og allt þetta. Já, nákvæmlega. Þannig að kemur ekki óvart. Hver elskar ekki Harry Potter? Hver utan þig? og næsti sem heitir Pignoli og hann pinkolítill chihuahua. Pinkolítill. Og mamma hennar gaf hennan á National Puppy Day í 2017 í gjöf. Þvílík litla gjöfin, sko. Já, bara nýr hundi til ætla. Svo cute, sko. Já. Ég vil fá hundi gjöf. Ok, noted. Og svo næsti heitir Myron og hún átti hann með fyrirhandi Mac Miller. Já. Hann svo sagt pitbull mix. Já, ok. Og var alltaf að flakka á milli þeirra þegar þau voru saman. Æ. Já. En hún hélt honum. Já, og svo á hún, eftir að hann dó þá sett hún svona á sitt Myron tattoo. Æ. Þeirra batt saman. Já. Æ, einsætt. Svo næsti Cinnamon. Oh my god, Cinnamon svo sætur. Og það krúllett pöppina eða svona, þú veist, hunda. Hann líka Lady Pitbull. Sjúklega sætur. Lady Pitbull. Já, hann ofta á Instagramin hennar og hann búinn að vera í Grande Pet Family ok, það kallast. Árið síðan 2014. Æ, dúllan. Svo hún svona Bloodhound sem heitir Lafayette og hann eitthvað annað sætur. Hún búin að eiga hann síðan 2016. Já, þeir eru líka svona hello, my name is Jill. I'm Bob. Já, I'm Bob. Ég elskar hann heiti Lafayette, svona svo alvarlegur. Og seinasti heitir Piggy Smalls. Viltu gíska hvað tegund hann Piggy, hann Pomeranian? Nei, hann svín. Hann svín? Svona teacup-svín. Hvað, Piggy Smalls. Piggulítið svín. En hann svín? Hann svín. Hann ekki hundur? Nei. Hann svo sætur. Piggy Smalls. Æ, hvað það sæt. Og já, hann oft verið hjá henni og hún fekk hann frá Pete Davidson í gjöf. Oh my god. Myndir vilja svona pet pig? Já, ef ég ætti risa hús og eitthvað til að hjálpa mér að hugsa alla, skilurðu. Já. Því að það þarf alveg að hugsa eins og dýr. Já. Og já, ég myndi alveg vilja vera lítið pig, það svo kraflega. Það basically bara eins og eiga pug eða Frenchie. Veistu það? Já. Þetta er bara hundur nema þetta svín, skilur. Bara smá læti í honum. Já. Ég held að það sé bara alveg eins. En ég held að það sé svona ólöglegt að eiga svona. Já. Ég held að það sé potta ekki ólöglegt fyrst að hún á hann bara var alltaf sínan. Já, ég sé samt að bara þegar ég skrifa nafna það er eitthvað svona Ariana's illegal pet. Já, en ég veit ekki. Kannski erum búin að fá leyfi fyrir hann. Já, geti verið. Það er svo krúllegt, sko. Algjörli. En þetta voru allir sem hún með núna heima þess sér. Já. En hún hefur átt líka Labradoodle sem heit Ophelia, en mamma hennar ættleitan. Æ, hún er ennþá í fjölskyldunni. Já. Og þegar hún hefur verið að taka þessu hunda, þá hefur hún oft einhverju fjölskyldunni ættleitt á. Já. Ef hún hefur ekki, þú veist, ef hún þarf pössun, þannig að hún er alltaf heimsækja alla hundana sína. Já, þeir fara ekki langt frá henni. Nei. Það er mjög sætt. Og mjög gott að fjölskyldan sé að taka undir þetta alls saman. Já, svo krúllegt. Líka allir hundarnir, þetta er engin svona hundur sem er bara eitthvað, þú veist, þú horfir á hann og bara, vá, þetta er bara perfect hundur, skilja, það er bara, fattar mig. Það er svona ekki svona típisku stjörnuhundur, þetta er allt svona ógeðslega miklu mixers og svona, maður sé bara að sé svona shelter dogs og það er svo sætt. Það er svo sætt. Það er svo svona fallegt. Og einstakt. Já. Það er það. Þetta er ekki bara eins og að Lísa Vanderböp með alla fullkomnu Pomeranian hundan annars, skilur. Ekki alla. Nei, ég veit það. Þeir eru ekki alla fullkomnir. Nei, alls ekki. Ég er að tala um svona dæmi, skilur. Hún er líka tekið oft rescue-hunda en þetta er bara svo krúllegt fyrst mér. Ég er mjög sammálaður og það er bara, þú veist, og ég held að flesta þessum stjörnum hafa talað um það að þau hafa alltaf tekið úr rescue, þú veist, og þau eru að tala um kannski eldri stjörnunar, þú veist, Jennifer Aniston og þau, og til dæmis Ellen DeGeneres er þekkt fyrir að eiga helling af dýrum og það er alltaf sjeldar dýr eða, þú veist, einhver sem hún getur hjálpað. Einmitt, og þú veist, þú hefur peningan til að hjálpa þeim og þau þurfa kannski eitthvað lyf og eitthvað þetta, skilur. Þetta er ekki eins mikið issue fyrir þig og kannski einmitt, og kannski bara eitthvað annan. Einhvern venjulegan average sjó út í bæ eitthvað. En eins og með Jiggy, hennar Lísu, þú veist, það er okkur ógeðslega dýrsta eiginar hund af því að hann er bara
alltaf svona smá slappur og eitthvað, skilur. Sérst, Lisa Vanderpump úr Beverly Hills, fyrir þá sem ekki fatta hvað að tala sem sagt, var housewife í Real Housewives of Beverly Hills. Hún þekkt fyrir það að eiga mikið af hundum og bara vera hundamanneska. Hún elskar hunda. Dýramanneska. Ég tengi svo mikið við hana út frá því, hún bara að fara að gráta yfir einhverju svona hundadóti, ég bara svona, wow, that's me. Ándjóks, og hún meira sem hefur stofnað sitt eigið shelter og Vanderpump Dogs. Vanderpump Dogs og rekur það bara og hún Það shelter, ekki? Jú. Og hún á hellinga Pomeranian og elsti Pomeranian hennar, hann líka shelter hundur, sko. Já. Og hann heiti Jiggy. Já, ég var hún keypti hann einhvers þar úti, manst ekki? Nei, mér minnir að að hún hafi talað það í fyrstu seríu eins og hún hafi fengið hana því ykkur hefði ekki vilja hann út af. Mér minnir að þau hafi verið brjálu úti í brýterinn, af því þau sögðu þeim ekki frá því að hann væri svona veikur. Jú, það geti verið. Já, það geti verið. Og það var svona ætlið að halda hann með ekki og þau voru bara væntanlega bara að halda hann, skilur. Jú, það örugglega rétt hjá þér. Ég var örugglega miskilið það. Jú, pottet. En og svo, hann átti þess að líka annan bróðir hann Jiggy og hann dó strax bara úr þessu sem hann með það er með svona skinnsjúkdóm, hann bara vexur ekki hár og hann klæjar alltaf ekki þetta sem er alltaf í peysu. Já, hann fær ekki feld og sem veldur honum bara ógeðslega miklum vanlíðan. Þannig að hann þarf örugglega að vera á lyfjum fyrir bara, hann með eitthvað svona sjálfsofnæmi eða eitthvað. Já, eitthvað slíkt. Og hún þarf alltaf að vera að byrja á hún og þannig, en það er mjög krútlegt hvað þetta hefur bara orðið litla barnið hennar. Og Ken, maður á hann bara, sko. Já, þeir eru líka eins. Já, svo krútlegt, sko. They look alike. Nei, líka bara Jiggy, það frægur hann úti að fólk er að biðja mynd með Jiggy frekar en Ken og Lísu, sko. Já, ég skilja bara mjög vel. Og var ekki Andy sem að koma einhvern tímann á sá sem er svona Bravo hostin þáttastjórnandinn. Já, svona þekktist þau fyrir að sjá allt hjá Bravo í rauninni. Og hann ég held að hann hafi verið Jiggy einhvern tímann á Halloween. Það? Já. Ok, það er þetta mjög gott. Ógeðslega fyndið, var bara með svona ristorn haus á honum, skilur láta gera. Mjög fyndið. Love that, sko. En svo eru fleiri stjörnur sem að eiga náttúrulega hunda og eins og Kylie Jenner. Já. Hún á hellinga hundum. Hún á mjög svona öðruvísi tegund, ég man ekki alveg hvað tegundin hann heitir. Italian Greyhound. Já, Greyhound, alveg rétt. Það eru, mjög til dæmis, mér þeir bara mjög mikið í tísku líka núna. Já. Finnst það ekki? Ég hef bara séð þetta hjá henni, sko. Ég hef ekki séð neitt svona heima, sko. Jú. Hún á litla, það ekki? Hún á ekki hennar stóra. Er ekki, hver þá munurinn á Greyhound? Er Greyhound ekki bara sama og... Ég veit ekki. Eru þið kannski stórir? Mér finnst það að lukka svo litlir heima hjá henni. Heldur verða alveg stórir, sko. Já, kannski. Hvað það fyndið? En svona Greyhound-hundar, já. Mér finnst þeir vera mjög mikið í tísku. Ekki tísku, bara ég er búin að sjá meira af þeim. Já, ég hef alveg séð, en ekki eitthvað ómikið. Eða ekki svona það mikið, skilur. Ekkert eitthvað eins og Friends eða Pug, skilur. Nei. En þeir eru vissulega verða alltaf vinsælli. Já. Þetta er mjög spestegund, þeir eru svona ekki með, þegar horfið á þá lúkar þessi nektir. Já, en þeir eru svona spretthundar. Já. Þeir hlaupa víst bara eitthvað fáránlega hratt. Og þess vegna eru þeir eitthvað ekki með feld eða eitthvað slíkt. Nei, nákvæmlega. Þeir eru Já, ok, ég held að hún var með eitthvað svona mini-útgáfa á þeim eða eitthvað. Það getur verið að Italian sé kannski mini og Greyhound sé kannski bara venjulega gerðin. Ég er ekki alveg kláraði en allavega hún á þá, en svo fólk búið einmitt vera að pæli í bara hvar í anskapnum eru þeir núna að þeir hafa ekki sest í alveg dágóðan tíma. Nei, rétt. Hún á alveg 4 eða eitthvað ekki? Hún átti 8. Ná, wow. Hunda á tímabili. Já, ok. Já, var með eitthvað fleiri heldur en Greyhoundana. Hún átti alveg 4 eða 5 tanni. Já, ég man ekki hvort það er örugglega verið að tella inn í þetta fjölskylduhundurinn og þannig sem var, þegar hún og Kendall byggu en þau hjá mömmu sinni Chris, þá voru, Kendall hundar líka. Já. En þau hafa áttu alls konar, alls konar tegundir. Já, hennar er lítill, hún getur haldið á honum. Já. Svo stóri Greyhounds eru alveg stórir. Já. En Greyhound bara, ég að tala bara svo hundategund. Já. Er svona verða algengari. Já, ég verði til að sjá þannig hund svona up and close, Ég hef ekki séð hann á Íslandi, ekki svona lítinn. Nei, ekki svona lítinn, nei. En við höfum séð bara venlan. Já. Vinkun okkar á hann. Já.
Þeir eru sjúklega sætir. En hann miklu stærri heldur en Kylie með, sko. Já, hann miklu stærri, jú. Fyrst, ég held það, ég hef ekki séð hennar. Okay. En ég veit ekki hvort ég bara sé myndir af Kylie hundum þegar voru hvolpar og svo ekki neitt meira. Nei, ég held að sé alveg fullt vaxnir eins og Norman og þeir, Bambi sko. Og þannig, já. En Kendall á náttúrulega Dobermann, mér finnst það geggjað tegund. Já, svo flott, sko. Svo nett. Svo nett. Ég myndi vel Dobermann. Mér langar í alla hunda. Ég líka, ég verði til að pröfa að tegunda öllum, sko. Já, Weekend líka Dobermann. Já. Það fucking nett. Mér langar í hann hund. Mér langar í German Shepherd, Golden Retriever, Dobermann og Bruce. Já, þetta langar eiga Bruce. Já, þú veist, Bruce hann 8 ára, sko. Já. Hann gamall. Það svona langaði með að taka umræðina hvort við myndum klóna hundin okkar. Eða taka það umræði. Já. Það nefnilega nýtt þing í Hollywood. Nefnilega, sko. Að klóna hundin sinn. Og ekki bara í Hollywood. Bara út allan heim, sko. Ef við erum að tala um það að Dorrit, eiginkona Ólafur Ragnar Grímsson. Hún gerði það? Já. Og söngunan Barbra Streisand, hún gerði það líka. Og það kostaði $50,000 sem eru tæpar 7 milljónir. Sæll. Það alveg mikil peningur, sko. Já. Ég hef aldrei vitað hund sem kostaði það mikið. Nei, ekki heldur. Það helviti mikil peningur. En það er mjög áhugavert, en þú þarft að fá gjafaegg frá hundi. Ok. Sem að hundurinn aldrei frá að leifa og taka egg sér, þetta er bara basically að taka úr einhverjum hundi egg. Æj. Og úr þá kvenmannshundi? Já. Ok. Og svo tekið svona cells. Já, bara svona DNA. Já. En það þarf ekki að vera, skilur, sæði eða eitthvað þannig, bara cells. Hvernig er það gert? Með því að taka bara húði eða eitthvað úr maganum á honum þegar hann er dáinn. Hann þarf samt ekki, það má vera dáinn og þarf ekki vera dáinn. Hann þarf ekki vera dáinn? Nei, við getum bara ekki hár og eitthvað þannig. Hann má vera gamall og hann má vera veikur. Þetta er mjög áhugavert, sko. Og þá eggið basically frjókað með þessu? Þessi kannski einhvern veginn DNA blandað eitthvað. Já. Þetta getur verið bara húð af hundinum. Já. Þetta er mjög steikt. Þú veist, hvað er að nota? Bara eitthvað annað sæði líka, eða? Það er það sem og hvað er síðan gert eggið? Já, góð spurning. Hvar eru þau látin svona eldast eða bakast? Þau bara setja þessu DNA inn í þetta. Stendur hérna, using a donor egg, the company's technicians join it and your pet's frozen cells. Ok, hvert fer síðan eggið? Greit, hvað? Það hlýtur að vera eitthvað svona staðgöngumóður. Já. Heldur það ekki? To produce an embryo. Já, ok, þannig að eggið er frjókað, embryo er frjókað egg. Já, ok, það hlýtur að vera það sæði líka úr, en það kemur ekkert fram að það er eitthvað donor fyrir það. Það hlýtur að vera. Svo er bara, the embryo is implanted in a surrogate animal. Já, surrogate, já. Ok. Það veitum það. Staðgöngumóður. Jesús minn. Þetta er svo skrítið. Þetta er svo steikt. Myndið þú gera það? Sko, eins mikið að mér langar að klóna Bruce. Þú bara eiga Bruce að eilifu? Ángríns. Þetta væri samt ekki sami hundurinn. Nei, þetta er persónuleikin getur ekki klónað. Nei. Og þú veist, hvað ef þetta væri bara eitthvað Bruce og bara eitthvað leiðilegu Bruce? Já. Það væri ömurlegt. Já, því að Bruce er mest að bara svona kúru, músi, sérst hann á bringunum, hann er bara svo mikið Bruce. Og hvað er þessi Bruce sem hún lítur alveg út þessu Bruce sem ég er búin að eiga? Einmitt. Er bara eitthvað allt annað karakter. Væri bara eitthvað hell no. Já, bara eitthvað hataði alla, var ekki að mannfælinn og vill ekki kúra. Einmitt, þá væri ég bara svona, ég búin að eyðileggja minninguna hans Bruce. Það er endar alltaf stórt risk til þess að gera. Einmitt. En það er svona sorglegt að geta ekki átt Bruce að eilífu. Nei, ég veit að það er náttúrulega það sem er ömurlegt. En ég held að ég þurfa að vera svolítið sammála þarna. Ég get ekki kannski sagt þetta jafn mikið og þú, af því að ég á ekki svona minn eigin hund. En ég held að ég myndi ekki gera það. Ef að peningar væri ekki eins og ef þetta kostaði 1 krónu. Við erum bara svona Já, nákvæmlega, ef það væri fjárhagslega hægt. Við erum mögulega ekki að fara að gera þetta, en við erum að tala bara svona if we could. Já, nákvæmlega. Ef að þetta væri bara eitthvað standard bara. Já, nákvæmlega. Að ég held ekki að því þú komst með mjög góð rauk fyrir þessu. Ég myndi ekki vilja skemma bara frekar að
því ég veit að þetta ekki hann. Ég held ég yrði örugglega bara smá svona, þú ert ekki Bruce. Já. Bara gerði það sem Bruce var alltaf að gera. Já, nákvæmlega. Greiði hundurinn var þetta bara living up to some standards, skilur. Já, hann væri alltaf í skugga af upprunalega Bruce. Nefnilega. Þannig ég held ekki vilja gera nýja Bruce. Nei. Ég myndi frekar bara skýra hann, þú veist. Eitthvað annað. Já, bara Alfreð eða eitthvað. Og lega hann að vera sinn eigin Alfreð. Mér finnst hann ekki vera sinn eigin karakter ef að klóna hann, skilur. Já, ef hann líka þarf bara alltaf að vera í skugga eitthvað annars og þú ert alltaf ætlast til þess að verða eins og hinn hundurinn. Skilur. Nefnilega. En svo náttúrulega, þú veist, ef maður fæði sér sömu tegund, þá þeir alveg frekar líkir. Þannig að, þú veist, basically með sama karakter eða svona hund, ekki karakter kannski, en þú getur skýrt hann eitthvað annað. Þannig að hann alltaf myndi fá líklega sama feld og allt það, skilur. Og vera... Ég myndi frekar vilja klóna og ekki skýra Bruce. Ég myndi klóna. Já, ok, og fá bara alveg eins hund, en já, myndir eitthvað stíma að skýra hann aftur Bruce? Er fólk að gera það? Já, ég held það. Já, ok. Já, hvað, kannski ekki. Það alveg mér skrítið að klóna hundin og skýra hann ekki það sama. Ok. Þá ertu samt með sama hundin og bara, já, þetta samt ekki Bruce, en þetta samt Bruce. Já, nokkla. Þetta svo mikið steik fyrir mér. Þetta alveg, ég svona báðum áttum hvort ég myndi gera það ekki. Já, að þetta sé byrjað bara eitthvað svona, ég svona, I can't wrap my head around it. Þetta eiginlega bara svo pínum þannig. Þetta svolítið svona, fákvætti súrt. Eitthvað, að ég skilur, mér finnst það súrrealist að þetta sé hægt. Án gríns. Að það sé bara hægt að, þú veist. Klóna dýr. Þið klónuðu hana fyrsta lambið eða eitthvað, Susan eða eitthvað. Hvað það? 1996 minnum eða eitthvað. Why? Bara þess að tjekka hvort ég geta það. Þegar þú ert scientist, ég myndi alveg vilja pröfa að það var hægt. Já, ég get the point. Já. Þurfum við 2000 lamb? I don't know. Ég held að sé svona að byrja að prófa á dýrum, skilur við, svo áður að fara að klóna menn. Þannig að það hræði mig að það sé hægt að gera þetta dýr, sko. Já, það nefnilega það sem ég að mynda að hugsa, sko. Án gríns. Ertu þá ekki að segja mér að það sé ekki hægt með fólk? Þetta er hægt. Ég held það hægt. Ef það er hægt með dýr, þá er það hægt með fólk mannfólk, sko. Þú heyrir þetta er bara að taka DNA, setja inn í frjókaegg. Það getur ekki verið það mikill munur á hundaeggjum og mannaeggjum. Nei. Ekki að ég veit neitt. En það er líka verið að klóna önnur dýr, skilur. Þannig að... Já, ég stu bara að tala um egg yfir höfuð. Já. Og við náðum að frjóka það og svo bara setja upp í staðgöngumóður og við veitum náttúrulega staðgöngu hvert fór mál? Staðgöngumóður. Já, það er þing sem er í gangi, hvort sem er. Og það kemur, þitt DNA kemur ekki í gegnum það, skilur, sem staðgöngumóður. Nei. Þannig að og getið það bara nota, skilur, German Shepherd hund og klóna Bruce úr honum, skilur. Það er ótrúlega góð spurning. Þeir eru bara fát úr dorritina. Já, af því hann er bara staðgöngumóður German Shepherdin, skilur. Kæmi þá bara Bruce, típið Spaniel. Það er bara ógeðslega góð pæling. Þetta er rosalega góð pæling. Já. Þeir eru að fá einmitt eins og segja dorrit. Það er eini svona Íslandingurinn sem að ég veit að hefur gert þetta. Án gríns. En af því að þú veist til dæmis í dag með bara að fæða barn eða eignast barn að þú getur valið kyn. Já. Veistu það? Í barnsburði? Já. Getur þú valið kyn? Já. Ég veist það ekki, nei. Já, núna þegar... Þú ert að tæknifrjóka þá? Já. Já, ok. Áhugavert. Þannig að ef að það er hægt, hún vinkun okkar úr Real Housewives gerði það. Án gríns. Hún valdi sér strák. Að það? Hver? Akkurat dóttur mér sem, hvað heitir hún? Hanna T? Teddy. Teddy, já. Hún. Ha? Já, hún talaði um það í seríunni. What? Hún hefði fengið svo mikið samvinskupið að það var eitthvað svona konflikt í fæðingu. Já. Hann var með eitthvað galla og hún hafa orðið svo stressað því hún hugsaði að Guð er, þú veist... Þetta valið mitt. Er Guð að refsa mér fyrir að velja kynið? Já. En já, þú getur valið þér kyn. Guð. Það er fáránlega steikt. Skrítið. Þannig að það er enginn að segja mér að sé ekki hægt að klóna. Það er bóttækt, sko. Ef að þetta er hægt... Þú er að gera við alla þessar stjörnir eins og Megafox og eitthvað. Já, við náttúrulega vissum ekki alveg hvert við fórum með það því að endurfættist hún þá og er aftur orðin 20 við hún pínulost. Já. Þú getur ekki fætt manneski sem er orðin 20 ára. Nei. En kannski er þetta bara svona full on bara body tissue, skilur, í svona stóru fullornu hylki. Já. Og það er bara sett allar sellana hennar bara eitthvað vúða tækni. Já, þú veist, það er eiginlega eina skýringin. Já. Að því ekki verið að fæða hana. Líka, skilur. Það er sem við komumst út úr því. Bara, hvernig væri hún dáin 2006 en ennþá 40 í dag, skilur. Þetta er bara, þetta er það sem að málið flækjast. Án gríns. Herðu, ok, ég er inn á einhverja síðu sem er dog cloning. Já, þá er að komast í bótts á þessu. Ég hef langað að vita, en hérna stendur
þegar hundin deyr þá áttu að setja hundin í rakt hangklæði og setja hann í kæli upp í 2 til 8 gráður pældi ég bara, ok, þú ert á hann ég ætla að setja þig í kæli hérna Bruce rest in peace hérna, voru farin í kæli já, ég er bara next ég er bara að nota þetta smá já, svo áttu bara hérna, já, taka eitthvað að sína úr eyran á honum í einhver mjög hreinsaðan klút og já, setja alltaf klaka á líkið og replacea það alltaf hvað þessu vesen þetta? Já, og svo kontakta þessa síðu as soon as possible bara hello já, þetta er svo steikt sko. He's in the freezer, what do I do? Þetta er svakalegt já, ég held að ég verði senni já, ég held að líka Hörðu, við samt spurðum tilboðsgestin okkar já, hvað það? Já, hvort þeir myndi gera ok viltu fara það núna og ég að klára hérna? Við viljum að taka það núna að því við erum ennþá í dog cloningin ok, I'm very excited Hvað heldur að niðurstaðan sé? Hvernig var spurningin orðuð? Hún var orðuð þannig, myndir þú klóna gæludýrið þitt? Nei, myndir þú vilja klóna gæludýrið þitt? Og það er bara hægt að kjósa upp í já og nei? Bara já eða nei? Ég held að nei sé 70%. Það er bara rétt, 78%. Já, 22% já. Já. Fólk er alveg svona þar, sko. Já, að ég skil alveg ógeðslega mikið að íta á já fyrir fólk eins og þig sem að á bara þú veist, barnir er hundur þeirra eða gæludýr þeirra þannig ég skil ógeðslega mikið íta bara já, átóskilu, bara það má aldrei fara frá mér en hérna, og kannski er ekki búin að hugsa gegn rökinni eins og við vorum að hugsa þetta alveg gegn. Ég var ekki búin að hugsa þessi rök, sko, ég var búin að hugsa þetta núna, sko. Nákvæmlega, þannig að þú veist, ég skil alveg að fólk íta á já en samt var bara svona einhvern veginn vitað að meiri hluti myndi segja nei af því að alveg svo við meiri hluturinn að við bara vitum ekki alveg mikið þetta hvað þetta er gert og er ég bara að fara að fá nákvæmlega saman persónuleika? Nei 100% ekki þessi persónuleikin kemur út þar í hvernig bara hundurinn er alveg upp, skilur þannig að það er mjög erfitt að ala hundin upp nákvæmlega eins og láta hann fara í gegnum allt sem að hann gerði hann að hundinu sem hann er, skilur þannig að nei, ég myndi ekki halda ég held að bara 100% ekki sami persónuleiki þú er bara með hund sem lítur út nákvæmlega eins og hvað er útlit, skilur geggjaði punktur, hvað er útlit? Auðvitað er þetta hundur þinn sem þú elskar í mörg ár, skilur en minning hans verður eiginlega bara haldast sem hans ég er svo sammála ég held það, sko ég held það líka já. En bara við vitum það, með hluti er sammála okkur en hérna hundar eru nú ekki einu gæludýr fræða fólksins ég er nefnilega með svolítið svona lista af óhefbundnum ekki segja mér snákur eða eitthvað nei, það er svolítið potið eitthvað sem á snák það er ekki snákur á sem lista þetta er svona gott gísk en hérna, nei, þetta er svona mjög óhefbundin óvenjuleg óhefbundin þetta er ekki óvenjuleg dýr, þetta er bara ekki algengt að fólk eigi þetta sem gæludýr. Nákvæmlega. Fyrsta er að hún vinkun okkar, Kristen Stewart, hún átti úlf. Ha? Hún lifði svo mikið inn í þetta Twilight, sko. I'm telling you. Hún bara, Jacob. Ég þarf ekki Jacob. Ég held það, sko. Hérna, Taylor-gæinn. Já. Hérna, þetta var svona wolf-dog hybrid. Það er hundategund sem er í raun og ver úlfur. Já, ég held ég viti hvað, það er til hundur sem er næstíð eins úlfur en hann er ekki úlfategund, skilur. Já, þessi heitir bara á ensku wolf-dog hybrid. En þetta er basically úlfur, sko. Ég held að þetta sé samt bara wolf-dog. Nei. Hún fór sérst í viðtal til David Letterman. Oh my god, þetta er blanda af venjulegum hundi og grey wolf. Já. What the hell? Þetta er ekki hundategund, þetta er bara blanda af þessum tveim. Shit, hvað er nettið maður? Fáránlega nettir. Huge. Svo ég sko að fara út að labba á kvöldin með þennan í bandi, you never be scared. Án gríns. Ég verður bara, I have my protector in það, sko. En hérna, heldur hún hafi ekki bara fengið hann úr gæjanum sem var að, hundur sem var að leika? Ándur, hún átti hann allavega árið 2010 að því hún var að tala hann í viðtali hjá David Letterman. Já, ok. Og bara tala hann eitthvað svona, já, ég veit það ekki sýttum tíma að þetta var að koma út? Jú. What? Þannig að, þú veist, ég veit ekki Án hann ekki í dag? Ég veit ekki, það var ekki hægt að finna neinn, þú veist What? Ekki neinn gögn það en það er hún ekki alveg kannski opnasta manneskjan, hún er ekki að sína allt. Nei. En það getur vel verið hún eigin en þá í dag, sko. En allavega 2010 sá hún í rauninni svona frá því að hún ætti þetta dýr.
Herru, Leonardo DiCaprio hann sem sagt keypti sér skjaldböku Ég ætla að segja frosk hann keypti sér skjaldböku árið 2010 þessar skjaldbökur heita sulcata skjaldbökur á sem sagt eventi sem heitir eitthvað svona American Reptile Breeder Conference þannig að þú veist þetta svona í rauninni svona samkoma svona málþing einhvern veginn með fólki sem að brýta alls konar óhefðbundin dýr. Já, ok. Hann keypti sér skjaldböku þar. Satt bara á $400. Ég held að myndi vera dýrari. Skjaldböka? Já. Ég held að þetta sé mjög dýr skjaldböka. Já, kannski. Mér er alltaf svona litli krakkari að skjaldbökur. Já, kannski. Allan að þetta var árið 2010 sem hann keypti sér hana. Ég veit ekki hvar hún í dag. Venjuleg skjaldböka kostar milli $30 til $100. Já, ok, þetta er mjög dýr skjaldböka. Því ég veit ekki, maður er svona fastur í hundaverðum, þeir eru mjög dýrir. Já. En já, þannig að árið 2010 var allan að keypti sér hana. Ég veit ekki hvað hún í dag, hún bótti bara ekstra heima hjá honum. Ég held að verða mjög gamlar, sko, þú passar vel upp á þess. Já, ég vona neginn en þá. Já. En svo er það Mike Tyson. Hann tígristýr. Hann átti tígristýr. Hann átti 3 Bengal tígra. Shit. Og hann keypti sér þá eftir að hún var sleppt úr fangilsi í kringum 1990. Hann var bara ég ætla að fá með 3 tígristýr. Og hann skýrði það á Kenya, Storm og Boris. Ég var ekki að því ég var að lesta. Kenya, Storm og svo Boris. Já, það var nákvæmlega sem hugsaði bara hvernig fórstu Kenya, Storm og svo Boris. Mikið ekki ansens. Nei, en hann átti þá alveg í eitthvað smá tíma en svo varð hann brók bara út af öllu og hann þurfti þá að gefa upp að því að það er rosa dýrt að halda uppi 3 tígristýrum. En hann hefur síðan sagt frá því eftir á það hefur ekki verið svo sniðugt að eiga 3 tígristýr að því að það var einu svona kona sem náði að klifra yfir grindverki hjá sér. Það fór þannig að 1 tígristýr tók handlegginn af henni. Jesús minn. Já. Svo eftir að vinsalegu þættinir Tiger King koma út núna. Það er salum farin upp eða? Nei, það var tekið viðtal við Mike Tyson og sagði, hvaðan voru þínir? Og hann sagði, það getur bara mjög vel verið að kettinni mínir hafi verið frá Joe Exotic. Hann var ekki alveg viss en hann sagði að það væri mjög líklegt. Það er náttúrulega mjög líklegt. Er hann ekki svona einu sem að þessu þarna? Því miður eru alveg fleiri skilur. Já, það var náttúrulega nokkur lík sem kom fram í seríunum en... Já, en þið voru svona frægur. Já, hann talaði til stæðstu. Já, hann talaði þetta nafn var ekkert nýtt fyrir honum þegar, þessi sería kom út. Svo er það vinkun okkar. Þetta er náttúrulega bara magna. Það skiptir ekki máli hvað málefni við tökum og Paris Hilton. Besta okkar. Hún er náttúrulega komin inn, sko. Ég veit það. En við vissum, obviously, hún væri með Chihuahua, en líka þarna. Bara svona... Það fyndi það, því að það er ekki þess að við séum eitthvað biggest fans of Paris en hún nær alltaf að koma upp. Já, og maður veit einhvern veginn allt sem maður vissi bara, maður hefur ekkert verið eitthvað að kynna sér það mikið, skilur. Maður veit það bara. Bara við vissum hún ætti Chihuahua, ég þarf ekki einu svona að googla það. Nei, mitt. En hún átti þess líka svolítið svona óhefbundið gæludýr og þetta heitir Kinkajou. Kinkajou? Já, þetta skrifa K-I-N-K-A-J-O-U. Já, svona mörðköttur einhvern veginn svona. Já, sko lýsingin er ekki til, þetta er svona mammaldýr. Já. Það er ekki til íslensk lýsing á þessu ánetinu. Þetta er svona smá þessu api en samt þessu mörður. Já, þetta er eitthvað svona þannig. Hvað er hann að gera við þetta heima þessir? Þetta lítur að vera eitthvað ólulegt að eiga, sko. Pottþétt, alveg svo er ólulegt að eiga tígrisdýr, en þú veist. En hún átti svona, og hún skýrði þetta dýr, Baby Love. En það endaði þannig að Baby Love beit hana. Nei. Þannig að hann var ekki það mikið Love. En hann er bara svona bring me back to my forest. Já, hann bara skilaði mig kona. Þetta setja mig í veski. Hvað er ég að gera hér? Já. En var í kringum, það voru 2 mismunandi upplýsingar. Það var í kringum 2006 eða 2008 sem hann beit hana. Hún átti hana ekkert eitthvað það lengi áður. Okay. Þannig að hún, það gerðist ekkert hættulegt fyrir hana. Hún þurfti bara að fá svona stífkrampasbrautu. Já, eitthvað svona rúfís. Ég meina, hvað heitir það? Rauður hundar. Já, eitthvað sprautu fyrir við svo þannig og svo var, þessu dýri bara skilað. Já, vonandi bara to a tropical rainforest, sko. Einmitt. Svo það verða alveg 23 ára. Já, ok. Það eiga hann lengi. Já. Ætlaði hann bara að fá sér hann til að skila honum?
pottið bara til þess að ná myndra sem með honum, Ekki fyndið, sko. Nei. Herri, George Clooney, Hvað? hann átti þess að bara 300 pound, 136 kílóa svín. Ok, love that. Já. Og hann hét Max. Max the Star. Og hann var með George Clooney hérna í 18 ár. Vá. Og hann Ég ætla rétt að vona að hann borðaði hann ekki þegar hann dó. Nei, guð, það getur ekki verið, heldur það. Ég held að sé alveg margir sem borða dýri sín þegar deyja, sko. Þegar þetta er svona dýr, sko. Ói, það er sturlað. Ég vona að George Clooney hafi aldrei borðað neitt sem tengir svínum. Nei, ég vona En ekki. hann var hérna í viðtali sem hefur verið tekið við hann, þar sem við verið að tala um Max svínið hans. Já. Hann sagði að hann var alveg sko, hann var bara í ástarsorg þegar Max dó árið 2006. Æ, svín eru svo sæt. Já, þessi var sem, þú veist, Ég sé mynda á honum. já, veist, hann er alveg sætur, hann er samt alveg 136 kíló. He is fat. Hann er það ógeðslega Það krútlegur. er bara svín. Já, ég Það elska er bara svín. potbelly pig. Mér svín svo krútlega, sko. Já, þeir eru algjörða dúllur en ég veit ekki hversu, það lítur að erfitt að geta þessum gældir. Já. Ertu með þín í húsinu eða þú veist? Það getur ekki verið. Þú ert ekkert að kúra með svíni. Ég held að sé bara að kúra með svona teacup-svínum, sko. Já, svona eins og Ariana Grande. Já. Já, svona litlum svínum. Þessi er alveg stór, sko. Þessi er 136 kíló. Það er helvítið stórt. Ég finnst samt alveg að halda að það myndi vera feitari, sko, eða stærri, skilur. Já. Eða þú veist, 136 kíló ekki það mikið. Nei, ég held að sé alveg mikið fyrir svín. Það er það? Já. Ég veit það ekki. Ég veit ekki, ég þekki svín ekki nóg mikið. En síðan er ég með eitt svona frekar random. Þetta er ekki Nei. Ok, sorry. Hvað? Average pig kíló. Já. 320 til 360 kíló. Og þessi var bara grannur. Já. Hvað er við að He's dissa skinny. Max? Ágríns. Er fyrir ekki George Clooney og hlustar? Ok, vá. Ok, mér fannst það bara svo stórt með við gæludýr. Já, mér finnst það frekar lítið, sko. Já, þú veist með við gæludýr. Já. En hann lúkkar eins og sé 300, já. Alltaf Við erum að tala, við erum að body shame á svín, sko. Fyrir ekki Max. Já, Rest in gríns. peace. R.I.P. Já. Besti okkar. Svo er ég með eitt frekar random. En spænski listamaðurinn, þetta er kannski ekki mest að Hollywood-serna, en þú veist, Salvador Dali, sem er súrrealiski listamaðurinn, gæludýrið hans var Anteater, sem er svona geðveikt langt andlit sem er svona What the hell? Hvað, leifir þessum dýrum bara að vera út í náttúrunni? Það er bara til mynda honum bara út að labba eitthvað 1969 eða eitthvað, ég veit ekki. Ég skrifa ekki niður hérna. Nei. Hvað ár það var, kannski var hann ekki til þá en þið fætt hvað meina, bara hann fyrir löngu. Þetta eru svo grillið Hann dýr, sko. út að labba bara með Anteaterinn sinn, bara í bandi, sko. What the hell? Hann er bara að koma úr okkur undergroundi. Þetta eru svo grillið dýr, sko. Þetta er ekki gæludýr. Nei. What? Steikt. Herðu, og svo átti Elvis Presley kenguru. Það er bara eins og eiga mannesku. Já, ég skil ekki alveg, hvað það eru kengur? Sko, kengur eru ekki það stór hætlar. Creepy, sko. Já. Og ég sá eitthvað vídeo á TikTok daginn sem að kengurinn var að fara að taka hundin hans í gæðinum. Oh my god. Og hann hleypur svona að kengurinn og kengurinn er stærri en hann, sko. Já. Og hann kýli kengurinn. Gæinn. Já. Og kengurinn var að gæða hrætt. Ég var bara, ok, alltaf að hræða kengurinn ekki kýla kengurinn. Þó hún sé stóra mössu og hræðaleg, skilur. Já. Hver myndi kýla kenguru? Sko, ef þú ert hræddur, þú veist... Ég myndi aldrei samt geta kýlt sama hvað sem skeri í dýrið, ég myndi aldrei vera að kýla það. En hann var að fara að taka brús. Ég myndi ekki kýla, ég myndi bara hræða hann, skilur. Hann kýldi hann bara í andlitið, sko. Já, sko, af því að þú veist, kengur eru náttúrulega þekkta fyrir það, þú veist, og þær hafa dreipið manneskjur við það að kýla. Þær hafa boxað manneskjur til dauða. Þannig að ég skil alveg að kannski það eru, þú heldur og hún sé að fara að boxa þig. Já, ég samt sínar það vídeo eftir, sko. Það var ekki fair fight, sko. Ok. En ég skil samt Það var alveg... það ósakend, ég er sammála því. Já, af því að kengurinn var búin að bakka, skilur. Hann lappar upp á hann og bara kýlur hana. Ég var bara, my heart, sko. Já, það er mjög ljótt. Já. Ef hún var ekki að fara að gera Þannig að það væri í ykkur fætið og það væri fair fight, sko. Þú er aldrei fer, sko, kengur vinni eiginlega alltaf svo slaga. En ég horfði á þetta 10 Most Dangerous Animals á Netflix. Og þá var einn að segja frá því að hann lenti sko bara hörku slag í kenguru. Kenguru hafa dreipið mannesku svo bara með pönsi. Það eru stórhætlar. Það er líka bara að fara upp á skottið og hafa bara allan kraftin til að Já, það er bara tveim og eru bara búf og eru fokki sterkar, sko. En hann Elvis átti þessast kenguru.
en hann átti hún bara þegar hún lítil, en svo þegar hún byrjaði að stækka þá gaf hann hana til Memphis Zoo. Fyrir mig út í einu svona zoo, sko. Það fyrir mig einu svona ræða Zoo. Nei. En þetta voru svona óhefbundin gæludýr fræðfólksins. Þetta mjög steikt. Ekki? Hvað svona á þessum óhefbundnu gæludýrum fræðfólksins? Hvað til að eiga? Já. Ég skulle viðurkenna það að því ég var yngri, þegar maður hafði ekki vit fyrir svona hlutum og maður vissi ekki að svona gæludýr eiga bara, svona dýr eiga bara að vera á sínum stað í heiminum. Þá var ég alltaf bara, oh my god, mér langar í tígristýr. Það er svo sæt. Sem kettlingar, Já, ég er að tala um það. En hjálpi mér. Ég er bara skítrættuð á stóra, sko. Já. Þetta eru bara magnaðar verur sem eiga bara að vera in the wild og ekki einu Það áveit allt saman, skilur, ég er að segja þegar ég var lítil og var að pæla í þessu. En já, ég var alveg til að klappa einhverju svona litlum, skilur, en mér langar samt ekki að klappa einhverju litlum. Af því it's so wrong. Já, það er málið. Þegar ég var að horfa á eins og Tiger King, þá var ég alltaf svona, oh my god, svo með litlu, en ég var svona, oh my god, ég get aldrei gert þetta. Að þetta er svo ljótt og þetta er svo illa gert gagnvart þeim. Nákvæmlega. En langaði þig ekkert að eiga apa? Já, ég átti svona apa-bangsa sem ég alltaf með, sko. Já. Váka mér langaði apa. Já. Mér langaði meiri tígristýr. Já. Ég held ég var svona mest bara hundamannskjan, sko. Ég átti alltaf dýr svona. En af þessum, ef þú ættir að velja þessum lista sem við fórum yfir kenguru, anteater, svín, eitthvað svona mörð eða hvað sem þetta var, skelböku, úlf eða tígristýr. Á þessum öllum myndi ég örugglega velja svínið eða skjaldböku. Af því skjaldbökan er eitthvað sem að ég held að trufla hann ekkert mikið að búa eitthvað staðar annar staðar, ég veit það samt ekki. En hversu mikið gæludýr er hún fyrir þig? Skjaldbökan? Já. Ég myndi bara velja að hugsa hana, skilur. Já, ég skil. Eins og hún myndi þurfa og svo ég var lasinni eitthvað, skilur, og svo sleppinni. En svínið, skilur, mér finnst það svín bara svo krúllega. Ég var alveg, ef ég ætti risa farm ekki staðar, þá væri ég til að eiga svín, sko. Já, það er ógeðslega svín og beljur og eitthvað. Og hesta og eitthvað. Já, síst. Meira að velja beljur en hesta. Já, ok. Já. Það er svona ógeðslega margir í Hollywood sem er algjör hestafólk. Rosalega, og svo pónís líka. Já, pónís líka. Mér finnst það skrítið fyrir bara. Mástu þessu póníinu sem að Lisa Vanderpump fór og var bara fucked up. Já. Þetta er mest illa brýtað, skilur, póni eigi ekki verið til, að ég held. Það máli? Ég held það, ég held að sé bara brýtað manneskjum, skilur. Já, mér finnst það pínu svona einmitt, þú veist, að því að við erum vörnir sem íslensku hestum, sem eru bara talið mjög flott, að mér varst mjög skrítið að sjá svona póni. Ég myndi ekki vilja það. Nei, ég heldur. En, ég er ekki mikið fan af hestum. Nei, mér finnst þér alveg æði, sko. Já, mér finnst þér alveg æði, en ég var bara slæmar einslæðum. Ég myndi aldrei fara bak, held ég. Það þurfti alveg að neyða mig það, sko. Ég mér langar að gera það, en mér langar ekki heldur að gera það. Ég var einmitt alveg. Já, því þú átti einmitt mjög slæmar einsli. En ég var mjög góða. Já. Þú veist, ég var alveg margsinnis dottið og verið rótuð allt það af hesti, en ég var samt líka góða. Já. Mér fannst það alveg líka skemmtilegt, sko. Þeir eru krútlegir, sko. Já, var á svona hestanámskeið því ég var lítil. Já. Ég þarf að hestbak. Það er svo krútlegt eitthvað. Hestbak. Fara á hestbak. Já. Herru, þetta var skemmtilegt topic. Já. Gæludýr fræðafólksins. Ángríns. Cute topic. A very cute topic. Og svo í næstu viku er það bara Christmas time. Það er bara komin jólin. Gleðileg jól. Gleðileg jól. Nei, þá eru ég er bara svo spennt. Ég veit ekki svo hvað ætlum að tala um í næstu viku, en það verður eitthvað jólatengt. Já. Held ég. 100% örgulega. Fyrsti des, sko. Fyrsti des. Já. Heldur að verði komin svona fluffy meiri snjór. Nei, örgulega. Núna er svona slapp. Frostnjór einhvern veginn, já. Svona slapp. En ég tala um svona hvít úti. Nei, ég held ekki. Ég vona það. Já. Ég vona það líka. En já, takk fyrir þetta, Birta. Já, takk sem leiðist. Takk fyrir komuna. Takk fyrir.